Góðan daginn og verið velkomin í þennan sérstaka þátt af Temjum tæknina. Ég heiti Magnús Mári og verkefnastjóri gervigreindar við Háskólann á Akureyri. Í dag erum við í fyrsta skipti í mynd og erum með 2 gesti. En þessi hlaðvarpsería og þessi hlaðvarpsþættir heita Temjum tæknina, þar sem við erum raun og veru að fjalla gervigreind í mjög víðu samhengi, ekki eingöngu tækniþróunina eða nýjustu lausnirnar eða tólin, heldur erum við líka að skoða áhrif á mennskuna og hvaða tæknibyltingin er að breyta samfélaginu okkar og hvaða svona þýðir fyrir okkur sem einstaklinga. Gestir mínir hérna í dag eru Tolli, sem nú þekktur myndlistarmaður og líka mjög þekktur fyrir þá vegferð sem hann hefur verið á að vera með Bata-akademíuna og að hleypa fólki inn í upplifanir frá Indjánum í Svitahofi og síðan hann að vinna með fólki sem að feta svona sitt, ná stjórn á sínu lífi eftir áföll og kannski fortíð sem hefur verið erfitt að glíma við. Og með honum Dr. Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður kennslu- og upplýsingatæknimiðstöðvar, sem svona kveikjan því að ég var ráðinn í þetta starf hérna hjá Háskólanum og við höfum einnig verið að leggja mikla áherslu í okkar verkefnum hérna við Háskólann að huga af þessum mannlegu þáttum í tengslum við þessa tækni, vegna þess að eitt sem við höfum mikið rætt hvað ætlum við að gera við tímann sem að sparast ef að gervigreindin farin að létta okkur störfin. Ætlum við þá einfaldlega að bæta við okkur verkefnum og vinna meira og vinna hraðar, eða ætlum við að nýta þetta til að stíga aðeins aftur og svona velta fyrir okkur hvaða áhrif þetta hafa á okkar velferð og kannski gera aðra hluti sem að svona auka okkar vellíðan og hamingju jafnvel í lífinu. Þannig að bara ég segi verið velkomin og takk fyrir. Kannski bara Auðbjörg, þú hérna, af því að Tolli hérna í tengingu við þig og við erum einhvern veginn svona búin að vera að tengjast hérna í morgun, alveg frábært að spjalla við ykkur og þú ert alltaf með magnaða sögu, tekur doktorsprófið í Bandaríkjunum, kemur síðan hérna og ert að stýra þessari kennslu- og upplýsingatæknimiðstöð sem alveg magnaður staður að vera á í Háskólanum. Hvar erum við? Í dag? Já. Við erum alltaf að reyna að vera í núinu, sko. Já, við erum að reyna. Ég held þessi bara í rosa skemmtilegum tímum, sko. Já. En líka svolítið svona, sko, held ég, mér hef aldrei verið hér áður. Það alveg hreinu. Og við séum að sjá eitthvað sem bara stórmerkilegt, óbúslega flókið. Og þá séum við líka að leita einhverju óbúslega einföldu sem við finnum austar hérna innan með okkur. Já. Það sé svolítið, ég held þessi bara mjög stóri tímar. Þetta eru mjög stóri tímar. Verulega. Tolli, þú hefur ekki verið að eiga mikið við gervigreindina sjálfur, en svona skapandi, hugsandi maður. Já, ég svona mest verið að eiga minna eigin greind og efasemdir hana og svona hvernig ég að díla við hana. Já. En svona í fullri alvöru með þessa gervigreind. Sonur minn reyndar sko master í gervigreind og maður heyrir svona bergmálað af þessu kringu sig. Þetta ekki að hitta mig fyrir alvarlega, en hins vegar, þú veist, mannkynið hefur á sinni vegferð alltaf staðið á tímamótum og ég alveg viss það að einhvern tímann hafa einstaklingar setið eins og við núna og horft fram á veginn og efast framtíðina og við erum að missa stjórn á og svo tæknin eða eitthvað annað að taka yfir heimsmynd okkar og svo framvegis. Og það fyrsta sem kemur til mín í sambandi við þetta allt saman, það þú veist, þessi frasi að vera augað í fellibilnum, sko. Þú veist, það er einhver storm, eitthvað tornado í gangi. Hvernig get ég staðsett mig í þessu þannig að ég haldi svona vit og ró? Og þá fer maður aftur í þetta að á vegferð mannsins alltaf verið að skila til okkar skilaboðum hvað að vera manneskja og þetta eru tiltölulega einfaldir fáir hlutir sem að ræða og þessna í öllum þessum óróa og í öllum þessari óvissu þá held ég að það sé rosa gott fyrir okkur að gæta þessum grunngildum bara hvað að vera manneskja, hvað þýðir það á tímu þegar gervigreindin að leysa af í raun og veru sko á margan hátt hinar kapítalísku kvaðir á því að vera samborgari.
Ég bakka með það. Já, þú veist, þarna kasta þessu frá. Já, og þetta alveg rétt vegna þess að við erum með þessa þversögn í tækninni að eins og fyrir innbyltingum þegar við útvistuðum vöðvaafli til véla, að nú erum við að sjá útvistun á þekkingu til vélarinnar og við höfum séð þessa umbreytingu starfa í fyrir innbyltingum sem við munum væntanlega að fara að sjá upp á núna að störf munu breytast og þá spurningin sko að því að við getum vonandi nýtt glundroðan eða tornadóin sem við erum í til þess að byggja eitthvað nýtt þannig að þegar aldan lægir eða storminn lægir að þá kannski komum við út hinum megin og hugsaum já við náðum nú að vinna ágætlega úr þessu sko. Það er svona það sem ég allavega vonast til að við getum horft tilbaka og þá held ég eins og við sem eru kannski með mjög ólíkan bakgrunn að það sé þetta sko samtal ólíkra hópa að allir verði með núna. Þetta sé ekki einhver teknoelita eða pólitíkusar sem og allir bíði eftir ákvörðunum það. Sammála. Það sem það kemur til mín akkurat þetta með að við erum að missa störf og við erum að missa hitt og þetta að þá var ég einu svona á svona retreati þar sem að leiðbeinandinn stilti mér upp og spurði hver ertu og ég byrja að telja upp ég er faðir nei, það er hlutverk ég er myndlistarmaður nei, þú starfa við það og svona flysjaðan laukinn þar til að ég er ekki það sem ég vinn við og ég er ekki raun og veru tilfinningar mínar en ég hef þær og svo framvegis og endanum sat ég uppi bara við það að vera bara sá sem fylgist með og í þessum umbreytingum þar sem að við erum að tapa störfum og svona þá er raun og veru ekki verið að tapa neinu það er bara verið að stilla okkur upp á svona nýja ráslínu í að skoða eiginlega hver er ég og mér finnst það vera svona leið og það er þekkingaleg tækifæri í gervigreindinni og risaskref tæknilega framfyrir þá er þetta líka tækifæri fyrir mannin í að skoða hver er ég sem þetta geðveikt tækifæri sko. Þetta er geðveikt tækifæri þetta er alveg, af því það er þannig það er sko bara kostur og þetta er bara eins og maður segir við börnin sín sko og sjálfan sér stundum að ég hef svolítið val. Ég get valið því það hvernig ég ætla að takast á við þessa, hvernig ég ætla að takast á þessar tilfinningar ef ég bara var að tala um pirring við þig daginn, að maður svona pirraður, að maður getur bara látið vita. Það er eitthvað í mér núna sem er að pirra mig og ég þarf bara einhvern veginn að eiga það, en ég ætla ekki að vera að sá einhverju dimmum skýjum yfir vinnustæðin, sko. Og það er svona kannski varðandi þessa tækni að þora bara að standa andspænis raunveruleikana sem að birtast okkur að þetta er raunveruleikinn okkar núna og eitthvað sem við erum að takast á við og þegar þetta fer svona þvert á og kannski bæði eins og Auðbjörg þú ert náttúrulega mjög svona vel sjóuð í fræðasamfélaginu og svona hvernig finnst þið það vera að taka þessu? Ég held að segja sko ég held að það sé bara mjög misjant sko. Ég held að fyrir suma að setja svona ákveðin ógn og fyrir suma, svo eru eitthvað sem eru kannski bara ekki svona pæli í þessu og aðrir eru bara svona, þú veist, komnir bara, eru farin að nota þetta ansi mikið og þetta er svolítið svipað sko, því ég byrjaði allir með sér HÍ 2000 og þá fekk ég e-mail og ég ætlaði bara, þú veist, ég þarf ekki að nota en e-mail og ég loggaði mig inn á e-mailin held ég í einhverja mánuði sko, komst upp með það fyrir 25 ára síðan. Þú veist, það er ekki, þú veist, þetta er bara e-mail. Ég meina, í dag eru bara allir, þú veist, bara börn okkar er konum með e-mail, sko. Já. En ég held að þetta sé, þú veist, ég held að, þú veist, fyrir suma er þetta mjög, þú veist, fólk er oft mikið pælið, sko, finnst þessi hugmynd að þess að svindla. Já. Þú veist, eins og við sjáum bara, þú veist, þegar kennarar voru hér að taka upp fyrirlestur og nota það aftur, þá fannst þetta þeir ekki verið að vinna sína. Ég held að við erum að hugsa þetta alveg upp á nýtt og þú ert bara, þú veist, þetta er ekki endilega tíminn sem þú vinnur, það er bara að hugsa þetta einhvern algjörlega upp á nýtt og þannig ertu bara að koma með aðstoðarmann sem getur bara hjálpað þig, þín sérþekking nýtist og þú þarft raunverulega eins og háskólar, hugmyndum háskólar læra gagnrýna hugsun, það er það sem við verðum að kenna. Já. Hér er hún að fara að koma verulega að notum. Já. Þannig að í staðan fyrir að, þú veist, þú þarft að geta, eins og ég er sérfræðingur í fjarnámi,
ég get notað gervigreindina í því, en ég er samt, þú veist, byggja minni þekkingu og get séð, þú veist, þegar hún segir eitthvað vitlaust, sko. Já. Alveg eins og því ég heyri einhverja mannesku segja eitthvað vitlaust. Það er ekki, að því fólk kemur alltaf, hún segir eitthvað vitlaust. Já, ég sé líka fullt af einhverju vitlausu, sko. Já. Þú veist, það er bara hann. Akkurat, og það einmitt, og ég var svona mikill heiður að fá að tala við fólk á Amtsbókasafninu núna bara í morgun og þá vorum við að tala sko að bókasafn hafa verið náttúrulega svona miðpunktur þekkingar bara í árhundruð og bókasafn svo frábær stað vegna þess að þarna hefur aðgang að frýrri þekkingu. Þetta svo falleg hugmynd að en hins vegar þá ef við skoðum bækur og fræðigreinar og margt eða þú veist að það eitthvað skrifað á einhverju tíma í góðri trú og það það besta sem við vitum á þeim tíma, síðan þróast hlutirnir áfram og komast að því að jörðin ekki flöt og svo komast að alls konar öðrum sannleik einhverjum, alltaf einhver nýr sannleikur og þetta eru þá fræðimenn og fræðafólk og háskólasamfélagi sem að glíma við þekkingu og uppsprettu hennar og einhverju einstaklingar að vega og meta og vísa til heimilda og annað og þá sko hvort að uppruni þeirra sé frá einhverju vélviti eða fræðigrein að þá ég sé svona fyrir mér þetta svona muni svona tengjast allt saman miklu meira og verða bara svona miklu náttúrulegri partur af ferlinu. En Tolli, þú ert líka sko listamaður og hefur skapað svona mikið nafn á Íslandi og erlendi sem myndlistamaður. Og það kannski það sem maður sér fyrir sér í því að þetta er hæfni og færni sem búið að þjálfa upp í gegnum mörg ár og þekkja sko pensilstrókurnar og þessi tæknilega færni, það náttúrulega það sem að gerast í höfðinu á listamanninu. Þetta er einhver framlenging á sjálfum þeim sem þú ert að setja á striga. Að þú veist margir tala að þetta sé einhvers konar endalok sköpunar, að vélinn fari bara að skapa og þetta verða allt einhvern veginn búið bara. Nei, af og frá, ég held að þetta sé bara upphaf nýrrar sköpunar og þetta er bara upphaf nýrrar tækifæra og bara upphaf í að listin fari í einhverja kosmíska víddir sem hafa ekki verið tækifæri til áður. Þú veist, það er engin hætt á því að listamenn mun ekki finna sér farveg í gervigreindinni frekar en menn gerðu með tölvun eða hverju sem sko. Þannig að mannvitið og hugvitið er alltaf til staðar og þannig að það er, og í raun og veru sko gerir þetta líka einstaklingsframtak listamannsins, fingrafarið hans á lereftinu verður meira virði eftir því sem gervigreindin fer meira fram í að dúbla og búa til eftirhermu heima, skilurðu, að þá nær hún aldrei þessu augnabliki, þessu núi. Allt sem gerist núna. Það getur ekki gerst á eftir eða áður. Það er alltaf, raunveruleikinn er alltaf núna. Þannig ég er alltaf að skrefa undan gervigreindinni með mína pensilskrift. Þannig að ég mun alltaf vera statement augnablik mannsins. Gervigreindin því ekki. Nei. Þetta við munum setja þetta í svona tilvísun. Já, þetta er gott kód. Þetta var mjög gott að vegna þess að ég held að akkurat að það sé þessum og það er kannski þessi vegferð sem þú ert á og við erum nú að fara í Svitahof og eftir sem eru alveg magnað að upplifa svona tengjast mennskunni og þessum andlega þáttum að hafa hugrekki, eins og þú ert að sýna kannski með þessu að segja að hérna er tækni sem er að breyta öllu en ég er listamaður og ég sé fyrir mér að þetta muni geta haft jákvæð áhrif. Engin spurning. Og bara jafnvel hluti af sköpunarferlinu eða eitthvað slíkt. Sko, það er eitt sem heggur mig dálítið hér og nú, bara á þessum degi, föstudagur 2025 og við erum að ræða þetta risastökk sem mannkynið er að fara í og við erum að tala menskuna. Á sama tíma erum við að horfa upp á það sem er að gerast á Gaza. Já. Í beinni útsendingu, sko. Og við erum algjörlega vanmáttug á þessu. Og þessi endurtekning á þessu sögulega harmleika á ófullkomleika mannsins og getuleysi hann í samskiptum. Að sjá hana hrylling sem er hann í gangi og á sama tíma að trúa því að tæknin fær okkur eitthvað lengri í mennskunni og svo framvegis. Að þú veist að það er svona
ég held að það sem við sitjum hér og nú og erum að tala þetta, að við getum ekki, þetta æpir á okkur í gegnum alla þessa orðræðu framfarir og tækni og allt það, þennan vanmátt sem við erum í samskiptum, þú veist, og mun gervigreind hjálpa okkur í því að búa til meiri nánd í mannkyninu, að við efla með okkur samkenndina, efla með okkur kærleik á milli manna, að hjálpa okkur í að leggja niður landamærin, hjálpa okkur í að afmá mismun, þú veist, við og hinir, að gervigreindin nái kannski að fletja út dálítið þessar orsakir ójafnvægis. Ekki, það er kannski ekki rétt að segja orsakir ójafnvægis, liggja þetta bara í heilanum, hvernig heilaður en þú veist, en auka með okkur þekking og skilning á því af hverju við erum í þessu ójafnvægi, stöðugt, og hvernig við getum lagað það og ef að gervigreindin getur fært okkur nær þessu, þá þetta rosaleg blessun. Ég sé ekki alveg hvernig það geti verið, ekki frekar en önnur tækni sem skilur okkur eftir með gasa, bara núna. Það er svona gaman að spyrja hana bara hvernig getur bara heilsfrið. Þú veist, nei, í alvöru. En ég ætla ekki að, þú veist, að draga skemmtilega orðrið akkurat inn í þetta, en hins vegar finnst mér bara hollt fyrir okkur aðeins og fyrir alla í dag sem ræða framtíð mannkyns, eða hvað það er, að aðeins að kíkja á þetta, hvers vegna erum við svona vanmáttug þegar það kemur á svona stóran hlutum eins og þessu. Já, og ég myndist það þess vegna, en ég man ekki hvort ég hafi klárað hana, sko, að við náttúrulega höfum haft þessa sko vestrænu heimsmynd kapitalismans kjölfarið á síðari heimsstyrjöldinni, og svo sér maður líka þetta er nú svona hálf súrrealíska viðburði í Rússlandi þar sem eru að fagna lokum síðari heimsstyrjaldar á meðan þeir eru að sprengja upp Úkraínu, sem að börðust hlið við hlið gegn nasistum, að saman með sko kapitalisman sem að í raun og veru knýr áfram framþróun og þennan vöxt í hagkerfinu, að hann kannski líður sitt skeið vegna þess að ef við ætlum að sjálfvirkni væri allt, að það verður þá engin störf eftir, að þá getur engin verið hluti af, þá er engin neytendur sem vera hluti af hagkerfinu. En hagkerfi er afurð hugans. Það er að segja, hagvöxtur er abstrakt fyrirbrigði sem er ekki til neinstaðar í alheiminum, nema í huga mannsins. Og hagvöxturinn og hagnaður byggir á, til dæmis þessu hlutabréfamarkaður sem er drifkrafturinn í kapitalismanum, byggir á tveimur erfiðustu tilfinningum mannsins sem er græðgi og ótti. Það er það sem knýr hlutabréfamarkaðinn áfram. Þess vegna eru menn alltaf að spá í hvernig bregst markaðurinn við. Þetta er ekkert markaður. Hvernig bregðast hinnir óttaslegnu og gráðugu við. Það er spurningin. Og þess vegna þó að gervigreindin sko leysi kapitalisman eins og við þekkjum hann á hólmi, þá verða áfram til hræddir og gráðugir einstaklingar sem hafa power. Og það er vandamál mannsins. Það liggur ekki í ismanum. Ismanni leysi ekki neitt. Það sem vandamáli liggur í upplægi mannsins og afneitun hans á því hvað við erum ófullkomin. Það vill enginn taka ábyrgð á því. Þess vegna er svo magnað þegar við erum að sjá fréttir frá sjónaukum sem er að sýna okkur upphaf Stórakvelds og allt þetta. Á sama tíma það er enginn að kíkja inn og skoða af hverju er þetta svona. Veist, hvað er sjónaukin sem beinist inn í hugan og segir, heyrðu, við erum búin að komast að því, af hverju maðurinn er í þessu ójafnvægi, af hverju þessu stríði eru og af hverju við erum gráðu og hrætt og við erum hugsa að laga þetta. Einu sem hafa komið með þetta eru talsmenn trúarbragða á einhverja költ á eitthvað, skilurðu, og við setjum það alltaf bara í sunnudagshilluna, sko. Já, þetta er svona, grípi þetta svona þegar mikið liggur við. En þetta er krúsíal spurning fyrir mannkynið. Já, ég held að það sé bara hárrétt og þess vegna heldum við að innleiðing tækninnar og gervigreindar og notkun hennar að það séu fólk verði notendur vegna þess að eins og tæknin er að virka í dag, að þá er hún spegilmynd samfélagsins vegna þess að hún er þjálfuð á gögnum sem að samfélagið hefur búið til. Þannig að hún er skuggi samfélagsins og getur þá annarkvort
magnað upp ójafnrétti eða það, ef að þá nota hana til þess, eða þá að segja, heyrðu, við ætlum að finna hérna einhver raunveruleg vandamál í samfélaginu okkar og við ætlum að reyna að leysa það með því að beita þessari rosalega fullkomnu tækni sem hefur alveg sínar takmarkanir en sífellt að verða öflugri og þróari í að leysa þessi stóru vandamáli, þessi stóru áskoranir og það alveg svona svolítið merkilegt einhvern veginn í þessu að hugsa, ég held að þessi í hörpunni núna eru ráðstefna velsæld þar sem að fræðimenn og fólk úr stjórnsýslunni að segja að einmanaleiki, depurð og andleg vanlíðan sé að verða stærra vandamál heldur en loftslagsbreytingar og svo erum við einmitt að horfa upp á þessar styrjaldir og annað, en á sama tíma þá erum við einhvern veginn að upplifa sko tíma þar sem að við höfum aðgang að nánast öllum gæðum, sérstaklega við sem fæðumst hérna á Íslandi, að við höfum bara aðgang að öllum hugsanlegum gæðum sem við getum nokkuð tímann ímyndað okkur, sko, við lifum eins og það sko kóngar fyrir 100 og 150 árum þeir hefði ekki sko roði okkur, sko. Þannig það er þessi umræða svona sem ég held að tapist svolítið í stemmingunni, í teknopartíinu, sko. Já, að því við erum alltaf að skoða, við erum alltaf að hugsa þetta svona ytri heiminn, hvernig hann við erum aldrei að hugsa þennan innri heim, eins og segja, aldrei að skoða bara hvað það? Það er... Hvað skorturinn? Já, en það er dálítið svona, við getum sagt, góðu fréttirnar, að fyrir bara einhverjum áratugum síðan, þá hér og þar á jarðkringlunni lágu hinir og þessi menningar afkimar með alls konar lausnir og leyndamál á heilsu mannsins, heildrænni nálgun, bæði alls konar medicín, alls konar aðferðafræði. Við erum að tala eins og þessi öndunartækni sem að miklu leyti kemur frá tíbesku búddisma í Tíbet og það er nú tantrajóga og eru orðið svona Wim Hof og allir sá andadráttar sem breiðust heiminn, skilurðu. Og við erum með alls konar medicín, svona jurtir og efni sem bæta líkamlega heilsu, við erum með allt þetta psychedelic stuff sem opna fyrir okkur innra heima og í dag þetta og gervigreind, já takk, þú bara ýtir á eitthvað og þú fær allar þessar upplýsingar. Heilbrigðisráðuneyti og landlæknir geta kallað inn bestu hugsanlegur upplýsingar heildræna heilsu mannsins, aðferðafræði og hvað á að gera, bara geta gert það fyrir hádegi niður í Hörpu. Já. Og þannig að við erum með alveg aðgang af ofboðslega miklum upplýsingum, bara eins og svetti sem við erum að fara í núna. Þetta var bannað, þetta var undergroundið 1978 í Bandaríkjunum. Það er svo margt sem við höfum núna, sem við höfum ekki, til að mæta einmitt þessum áskorunum sem í þessum tengslarofs iðnaði sem herjar á mannin, þá erum við með svar. Já. Og það er kannski svo Auðbjörg, að það sem ég veist alveg ótrúlega merkilegt og ég fundi bara frá því að byrja að vinna á þessum vinnustað, að þú ert náttúrulega þetta er svona pittur, þessi kennslu upplýsingatækni, að þú hefur náð að safna fólki sem er bara ástríðufullt og brennur svolítið fyrir vinnuna og en á sama skapi þá fær fólk líka að upplifa að það er að koma hlutum í verk og ég verið að nota þetta hugtaka ábyrgðarþoka svolítið, að hér svona, mér finnst ekki mikil ábyrgðarþoka á þessu vinnustað vegna þess að bara svona allir einhvern veginn svona svolítið móttækir fyrir því að hér eru áskoranir og við ætlum að reyna að takast á við þær. En að sama skapi sko bara hugrekki fyrir stjórnanda í íslenskri stofnun að segja bara, heyrðu, ok, það er eitthvað risastórt að gerast í þínum tæknimálum sem að getur bara gjörbreytt allir í landslægi menntunar, en við ætlum líka að staldra við og segja, hvernig ætlum við sem manneskjur að glíma þetta? Já, þetta er virðingarvert. Þetta er virðingarvert, sko. Já, algjörlega. Já, ég fekk ekkert með momentan í haust, þar sem ég hugsaði bara, það sé ekki sem sagt það, ég bara, oh my god, ég sagði, ég vildi að blóta eitthvað, því ég blóta svo mikið, og ég bara, ég var bara, satt heima bara, við erum bara á leiðin eitthvað, sko. Og þá svo þetta bara
græði við magarið og hugsaðum bara, ok, við höfum bara, þú getur ekki dýft hausnum í sandinn hérna, sko. Nei. Veist, maður hefur kannski oft reynsla því og svo þetta, það kemur alltaf að því, sko. Og nú bara komið að því og það bara, akkurat geta líka því, þetta líka fyrst mér svo, þetta svo sturglað, eins og alltaf finnst með fjarnám, að þú ert með, að því áður fyrir var nám eða bara upplýsingar eitthvað svona, það sem elítan hafði aðgangað. Já. Nú erum við bara að sjá, þú veist, nú hafa bara mun fleiri haft aðgang að alveg rosalegum upplýsingum. Þannig að þá þurfum við að einhvern veginn að okkar hlutverk, að fólk geti nýtt sér það og geti haft svona stafrænt læsi og þá líka þessi gagnrýna hugsun að geta lesið í upplýsingarnar. Það sé ekki bara að þú færir sér bara rétt, þú verður að hafa eitthvað að geta til þess að vita, það er þitt hlutverk og það er svona maðurinn, kreativiti að sjá bara, að hafa eitthvað hæfni til þess að taka ekki bara öllu bara face value. Já. Flóðbylgjan að koma og þú bara að lesa í hana. Flóðbylgjan komin, hún mætt og það er akkurat þetta að eins og þú lánaði með bókina Gáfaða dýrið sem alveg stórkostleg, sko. Þegar við leggjumst í hvíla á kvöldinu og höfum að sofa, þá erum við dýr að fara að sofa og við sjáum að sofa öll dýr á jörðinni, þeir þurfa svefn. Og maður hugsar eins og með þetta að ef við vildum bara tækni, ef það væri eins og þeir sem eru ekki svona svartsýnastir á þetta, bara þetta taki yfir allt. Að af hverju fer fólk þá á tónleika til dæmis? Af því það er miklu betri gæði á geisladisknum. En þú vilt fá upplifunina. Og kannski þá breytir þá gervigreind því hvernig þú vilt upplifa hluti eða getur hún gert þér kleift að upplifa meira? Sko, það kemur aftur til mér þetta sem vorum að tala áðan, þetta með að gervigreindin og hagkerfi heimsins verða til þess að hlutverk mannsins sem tannhjól í hagkerfinu sé að breytast og að maðurinn sitji uppi með sjálfan sig og það er svona endur skilgreina hvað er ég ef ég er ekki hinn vinnandi maður? Hvað er maðurinn ef hann er ekki hinn vinnandi maður? Hvað er sjálfsmyndin, sjálfsvirðingin, markmiðin, hlutverkið, fjölskyldufæðurinn, fyrirvinnan, allt þetta? Og ef þetta á að verða til þess að búa til hamingjusamari og öruggari heim, að þá vitum við að allt sem þarf til þess býr nú þegar í hverjum manni. Það sem við þurfum eru upplýsingar og iðkun. Já, þú veist, það talar eins og eitthvað kaldari. Þetta er bara, en þú veist, ef við bara erum bara í rökræðinni, bara í, þú veist, bara, þú veist, við búum yfir allir þessari getu. Já. En þá komum við aftur að því, þessu hierarkí í samfélaginu, sko, hverjir stýra tækniþróuninni og hverjir forgangsraða, hverjir innræta gildin og svo framvegis og það er bara óreiða, sko. Já. Eða réttara sagt, það er togstreita milli valdsins og svo almennings. Já, ég held að það sé alveg rétt að og birtist í þessari rosalegu skautun sem við erum að horfa upp á, þessa polariseringu og eins og mér varst svona ágætt yfirferð á því, sko, að nú er þetta talað kapphlaupið, sko, það er kapphlaup hver er með öflugustu og nákvæmustu og þróuðustu gervigreindina og til dæmis milli Bandaríkjanna og Kína og þetta eru fyrirtæki og lönd sem að í raun og veru peningar skipta engu máli þessu. Þetta snýst einfaldlega það að vinna eitthvað kapphlaup sem á endanum segir ok, sigur í þessu kapphlaupi mun gerast einhvern tíðan í framtíðinni. Og við getum reynt að spá fyrir hvað gerist þá, en það veit það enginn vegna þess að eins og rétt eins og þú segir að við erum bara þetta augnablik sem við erum akkurat núna og við verðum að takast á við þær áskoranir sem við erum að eiga við núna og reyna að svona miðla því sem að við getum byggt okkur einhverja læraða skoðun að geti mögulega gerst, sko. Þetta finnst mér rosa mikilvægt. Það er að þú veist, skilaboðin mín til samferðarfólks er í raun og veru hvað get ég gert hér og nú til þess að stöðla að einhverjum jákvæðum breytingum í heiminum og þú veist, og svo vitnaði Gandhi, ég held að hann eigi þessa línu, þú veist, vertu svo breyting sem þú vilt sjá á heiminum.
og vitandi það, þú veist, að þessi ógnakraftar pólitískir og samfélagslegir sem eru í þessum krifilvind, ég næ ekki að snerta þá, en ég næ samt að trúi því að ég næ að snerta alheiminn bara með bænminni og hugsun og með hegðun. Og það svona energy sem ég trúi að geti haft áhrif, skilurðu. Þannig að hérna, á sama tíma, það svo mikilvægt að senda þau skilaboð út til hvers einasta manns, að hann sé ekki powerless. Já. Þú hefur power, þú hefur hérna mátt, og mátturinn liggur bara í þínu valjúi sem manneskju. Haltu í það, og þú ert að hafa áhrif á allt sem að gerast, veist. Já. Já, þetta sé ekki bara Eyrland, þetta bara eitthvað samspil. Og svo annað því ég man eftir fyrsta sinni, þegar ég kom í svetti hjá þér í haust og ég er búinn að endurtaka þetta svo oft, búinn að vitna í þig. Þegar þú segir, við erum að fara í andlegt ferðalag og fara inn í þetta tjaldið og deyja þessum táknræna dauða. En svo segir líka, en þetta er líka gaman. Já. Og það það sem mér finnst líka svo merkilegt við að þú takast á við áskoranir og eitthvað, að leyfa þess að vera pínu gaman. Það er góða búndir. Að því að maður stendur oft bara frammi fyrir vali að hugsa bara, ætla ég að leyfa þessu bara að pirra mig, að vera reiður, að upplifa hvað sem er á tilfinningaskalanum, eða bara ætla ég að segja, þetta er skemmtilegt. Þá komum við aftur að þessu með ferðalag mannsins inn á við. Við erum að tala betur og fallegri heim, það mikið allt þetta, og við búum allir yfir þessu, það að við getum öll æft og iðkað getuna til sjálfskærleiks og gleði og húmors á þess að bíða eftir því að gerist. Bara með þeim upplýsingum sem við höfum já, þú mennar, ég bíði yfir óendalegri getu til sjálfskærleiks og húmorinn fylgir oft með, skilur. En ég þarf bara að tileinka mér einhverja aðferðafræði og iðkun og byrja að æfa þetta. Alveg hreint eins, hvað kallaður þetta? Andlega líkamsrækt. Andleg líkamsrækt, þú veist. Og hver og einn á sinn hátt, einhvern veginn. Og án þess að loka augunum fyrir því sem er að gerast, þú veist. Já. Ég loka ekkert augunum fyrir þeim heimi sem ég er ekki að flýja og ég er ekki að flýja sjálfa mig. En þetta að læra að gangast við því sem er og rannsaka það og mæta því síðan alltaf stöðugt með þessari getu að hafa sjálfskærleik, sjálfsmildi. Æfa það. Það er bara magnað að segja þetta vegna þess að ég átti samtal við Sean Rife sem er einn af stofnendum Sight sem er ofboðslega svona fullkomið heimildaleitarvél og sem er með svona gervigreind sem er aðstoðarþjónn og getur talað við það og það er bundið við heimildir og ritrýndargreinar og annað og ég spurði hann svona í lokin á þættinum hvaða skilaboð myndir þú gefa til nemenda sem eru núna í námi og eru að upplifa þennan glundroða og hann einmitt sagði að sýna sér sjálfsmildi að vera ekki að húðstrýkja sig og að þú veist, þetta er þessi sömu skilaboð sem er að koma alltaf aftur og aftur og þegar við vorum með ráðstefnuna í vetur og þá sátum við eftir hana og sögðum bara eitthvað svona þetta endar, við tölum alltaf, við byrjum að tala um tækni og þróun og græjur og eitthvað og svo endum við í félagsfræði og heimspeki þú veist, þangað leitar samtalið. Já. Og akkurat, hvað er að vera manneskja og hvað er... Já, þú veist, þegar uppi staðið og snýst þetta mig. Já. Bara, þú veist, ég sit upp með það. Já. Og það sem ég Það er kannski gott að fatta það, sem fyrst. Leiður alveg verulega mörgum árum og þetta bara þetta, this is what you got. Já, og kannski valdir þetta bara. Ekki að standa eftir, og hugsa bara, ég var með einhverja skoðun sem ég var að þrýsta upp á aðra, sem var ekki, að auðga þeirra líf, Ég var að reyna að halda aftur að einhverjum, vegna þess að þegar ég horfa á dætur mínar og unga fólki og mér fannst svo gaman að heyra að við vorum í einum áfanga að leyfa krökkum að nota GPT til að skrifa ritgerð, að þeim þótti þetta skemmtilegt, þeim þótti þetta áhugavert. Þau voru að því að nemendur
sem að sækja sér nám í háskóla, ég hef allavega þá trú að það sé fólk sem að koma til þess að vaxa, til þess að auðga lífsitt og sækja sér þekkingu og menntun sem það vill nýta sér. Svo eru aðrir sem að fara aðra leiðir í lífinu og kjósa að fara ekki í háskólanám en auðga lífsitt og þróast öðru vísi og það er engin síðri kostur. En það er allt og einfalt að segja bara, já það geta allir bara gert ritgerð með GPT. Það mun ekki vinna vinnuna, það mun ekki lyfta lóðunum, sko. En ég held bara að við þurfum að treysta nemendunum og leiðbeina þeim að nýta þessa tækni og leyfa þeim að vera forvitin og uppgötva einhverja sköpun með tækni. Já, sko, ef þessi tækni er það sem að menn halda á að sé, þá munum búa til ný verkefni og þar þarf að vinna vinnuna. Já. Þó svo að tækni sé komið til staðar. Hún opnar bara aðgengi af stærri verkefnum. Já. Þannig að það verður alltaf þannig. Eitthvað þarf að vinna vinnuna. Já. Og kannski stór áhætta hjá okkur og eitthvað sem ég hef, sko, mér finnst þessi andlagið gagnvart tækninni breytast. Að það sem ég var pínur hræddur við fyrst var þetta, sko, að við myndum að reyna að halda aftur að forvitni nemanda. Já. Þetta er alveg ofboðslega sorglegt einhvern veginn svona í sögulegu samhengi menntunar að það er að efla og þjálfa forvitni og reyna að gera það þannig að það geti nýst öðrum til góðs. En ég bara er alltaf þarna, alveg sama, þú veist, ef við horfum bara abstrakt á tæknina og hún sé gildi í sjálfu sér og þetta snúist tæknina vegna og það sé í raun og veru prósessin og ef við höfum ekki inni þessu alltaf þessa spurningum jafnvægi manneskjunnar, þú veist, í þessari vegferð að þú veist, ef ég sko, Búdda var stundum spurður á sínu tíma þegar hann er að praktisera, þá komið til hans miklir heimspekingar og vildu taka við hans slaginn um heimspekilega spurningar alheiminn og hvað eina og hvort koma undan eggi eða hænan. Og Búdda átti það til að svara með þögn. Og hann hafði einfaldlega þetta viðhorf, ef þetta snýst ekki það að losa manninn undan þjáningu sinni og auka hamingju hans, þá er þetta ekki þess virði að ræða. Þú veist, ef þetta snýst ekki það að auka hamingju mannsins, þessi prósess allur, þá er hann ekki þessi vegferð þess virði að fara hana. Og þess vegna verður alltaf að vera inni í þessari jöfnu, samtalið mannin, en ekki bara tæknina. Þannig að við þurfum alltaf, bara sem samfélag manna, að vera alltaf með, og það þarf vísindarsamfélagið heldur betur að girða sig í brók, að taka inn þennan móral ábyrgðina gagnvart mennskunni og þá leið hvað er mennska og allt það. En þetta að keyra vísindina áfram, vísindina vegna, vitandi það að þar fyrir utan er alltaf eitthvað power sem er að nýta alla þekkingu háskólasamfélagsins í eitthvað allt annað en eitthvað abstrakt vísindi, sko. Já, þetta er líka bara svona þessi þróun í kennslufræði sem hefur farin frá því að vera svona kennara með, það sem kennarinn vissi allt og var með svona hélt þekkingunni sem svo hefur verið að fara yfir þetta nemenda með. Þetta er bara svona, tekur við að því og er raunverulega fyrir kennara. Þetta er bara verulega spennandi tími þess að gera námsmat og geta verið sjálfur, þú veist, að fá sko, aukna þekkingu, færni og allt það með nemendur sinn. Það er bara komið lærdóm samfélag. Þú veist, það eru bestu samfélag. Það sem allir eru bara að læra. Þú veist, við eigum að vera farin frá því það sem einhver stendur upp á sviði og segir ykkur, þú veist, eitthvað haldi einhvern að hafa alla þekkinguna, það er ekki þannig. Þetta finnst mér góður punktur. Og ég held að einmitt að gervigreindin, hún getur orðið til þess að jafna út þekkinguna milli stétta og þú veist, jafnvel vonandi, þú veist, að ná niður landamærum og ná niður þessu við og hinir og allt þetta, sko. Já. Svo það allir að skrifa bara svona fínan texta sem þótti bara, þú veist, sem er alveg svo gott og flott, eins og ritgerð. Fólk getur verið misjandi í því, bara misjandi hvernig þjálfuna fengi í skólagönguna. Er það bara að skipta það miklu máli? Ég held að það verður bara læsilegri texti, það verður bara fleiri að gera og kannski opnar möguleika fleiri á því að segja, sko, vegna þess að sumir geti ekki tjáð hugsanir sínar í sko
góðum texta, einfaldlega bara vegna þess að, þú veist, hugsun að breyta hugmyndum í texta er annað heldur en að eiga góða hugmynd, sko. Og svo, en síðan aftur á móti er ég sannfærður um það að þeir sem eru með skapandi hugsun í textagerð og svona, að, þú veist, hvað þeir munu gera með þessari tækni, það verður bara eitthvað nýtt og magnað, sko. Þetta getur, þú veist, jafnað og svo bara ítt við, sko. Já, og aðgengi að þekkingu og sérstaklega við tölum þá kannski hluta í heiminum sem að menntun lúxus sem að fáir hafa efni á eða bara standa í boði fyrir. Að þarna kannski með komið svona jöfnunartæki og þá kannski held ég líka að það sé svo mikilvægt og ég segi þetta eiginlega alltaf að það séu sem flestir að láta á þetta reyna og kynnast þessu og hafa, sko, byggja sér upp upplýsta skoðun. Og við erum búin að fara, sko, þetta er mjög þarfar og djúpar umræður sem ég kannski vona að fólk kannski átti sig á að séu nauðsynlegar. Þó að kannski sem margir sem að hugsa, já, ég skil ekki hvað að tala um. En svo kannski ef leyfir að hugsa aðeins lengur, að þá kom já, ok, þetta á við allt. Þetta á við kannski hluti sem þú hafðir ekki bara sem meðmannskja bara efna á eða geta fengið ráðgjöf hinn og þessu bara, þú veist, þú getur bara, þú veist, fengið ráðgjöf kannski bara með, þú veist, eins og sumir, taka mynd af ísskápnum sínum, hvað ég elda, þú veist, og gera hvernig kemur með það, þú veist, eða, þú veist, mér langar að stækka bæsæpinn, hvað æfingar best að gera, og þú getur fengið það, þú veist, þarf þetta að lesa, alveg svo, þú veist, þú myndir vera að spyrja, kaupaði þjónustextar, hann sumt orðið frítt, þú veist, hvernig þú veist, ég vil ná, þú veist, spara pening, hvaða leiðir best hérna, þú veist, og setur ákveðnar bara breytur, setur þú veist, hvernig landslæði lítur út og hún getur spá fyrir þér, þú veist, þú veist, komið með svo mikið sem bara ekkert allir hafa haft aðgangað. Nei. En það svolítið svona, ég finn þetta þegar ég notað, þá ég bara, þú veist, einu takmörkun mín eigin hugsun, að mér svona, það eins og, þessi sé svo takmörku þegar bara, þetta er ekki hægt, svo bara, jú, þetta hægt, þá bara, wow, þetta hægt, ok, shit, svo bara, og þetta bara einhvern veginn, það eigin svona, bara einhvern veginn, að því maður búin að ramma sig bara, eins og til minnst bara að reikna tölfræði, þú veist, við gátum ekki reikna út ákveðna hluti bara fyrir mörgum árum því það voru ekki nógu öflugar vélar. Núna þetta bara að reikna svona. Þetta er bara svolítið sama. Já, og við glímdum við fórum bara, þegar reiknivélar komu, fórum bara að glíma við flóknari stærðfræði. Og mér finnst það svo gott að því að þessar áhyggjur fólks að segja, já, þeir nemendur láta bara gervigreindina skrifa ritgerði fyrir sig. Og þá allt í einu myndi ég að stærðfræðibækurnar sem við lærum í framhaldsskóla, stærðfræði 103 og 203 og eitthvað, svörin alltaf aftast í bókunum, sko. Já. Þannig að þú hefðir alveg getað bara, þú hefðir bara getað farið og skrifað upp svörin og sagt, já, ég reiknaði þessa bók. En nemendur gera það ekki, sko. Nemendur þjálfa sig upp til þess að læra og svo kíkja þær á svörin til þess að sjá, var þetta rétt hjá mér? Ef ekki, þá fara þær og reyna aftur eða þjálfa sig þóngt til að fá rétt svar sjálfur, því það eitthvað svona held ég sem við viljum. Og það alltaf einhverjir sem munu stytta þessa leið. Það bara og það var svona debate hana, þú veist, þegar reiknivélin kom og það var eitthvað. Já. Þú veist, nú það bara, við erum bara með í símanum okkar, sko. En það svona, ef maður dreifur aðeins saman og mér finnst það ótrúlega margir mólar sem eru á þeirra vinnur og eins og Tolli sagði áðan að einhverju leyti byggir þessi hlutabréfamarkaðurinn á ótta og græðgi, en síðan allt í einu snerum við þessu við og förum að segja, ok, við verðum að snúa þessu við og fara að hugsa um hamingju og velsæld. Að það sé, og ég var með erindi þess að ég sagði, sko, fyrirtæki verða að fara að breyta lykilmælikvörðum sínum úr hagnaði eða hversu mikla þjónustu var hægt að veita fyrir pening sem kemur þá frá hinu opinbera yfir það að hugsa, ok, hver áhrifin af bæði því að vinnustaðnum okkar, fólki sem að vinnur hjá okkur, erum við að auka velsæld þess og hamingju og eru þá þeir sem við erum að þjónusta að njóta þessum leiðis eða erum við að þjóna kerfi sem að byggir á ótta og græðgi að því að það ekki eitthvað sem við sem manneskjur ættum að vera að þjóna, sko. Nei, en þá komum við að þessum stjórnlausa huga. Við stjórnum honum ekki með viljastyrknum einum og oft erum við ofurselt þessum erfiðu tilfinningu á þess að gera okkur grein fyrir. Og þá komum þetta bara örstutt, þetta við erum búin að kjáta helviti lengi. Já, við það bók sem ég var að lesa sem heitir The World History, A Family Story. Þetta
bresk svona yfirferð mannkynssögunnar. Það sem að höfundurinn rekur mannkynssöguna í gegnum tengsl og vensl valdhafana frá einu tímabili til annars. Þar sem að sýnir fram á það að valdastrúktúr heimsins helst í hendur við fjölskyldu og venslabönd frá einni ætt til annarar, frá einum ættbálk til annars og handhafar þessa valds eru traumatíseraðasta og verst farna fólki sem sögu fara af í mannkynssögunni. Þetta fólki sem heldur á valdasprótunum og tekur ákvarðanir velferð fjöldans. Þetta fólk þar sem nauðgun, morð, svik og allt það versta sem getur komið fyrir í sögu einna manneskjur prófíllinn á ættarsögu valdhafa heimsins. Þannig að við sitjum uppi með traumatíserað fólk með óunnin áföll sem eru stjórnast bara af varnarmekanism og framkvæmdagetu með yngri viðkomu í empathy og compassion. Þetta fólki sem tekur ákvarðun það hvernig heims hjólinn snúast. Og þetta fólki sem heldur utan völd, tækni og framþróunar. Og þá, þegar maður horfir á þetta, höfundurinn var ekki endilega að koma með þessa, hann var bara að skrifa spennandi sögu með þennan prófíl. En þegar maður hefur tileinkað sér þekkingu í áfallasögu og öðru og sér svo þessa lýsingar, þá mjög auðvelt að leggja saman 1+1 og sjá niðurstöðuna. Að þrátt fyrir gervigreind sitjum við uppi með einstaklingar sem eru með óunnin áföll og hafa ekkert empati og engin tengsl við annað fólk og taka ákvarðanir sem hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir milljónir manna. Og þess vegna þetta aftur þetta að því meiri tækni og því meiri ábyrgð setur okkur í enn meiri áskorunum að við verðum að gangast við ófullkomleika okkar og fara að taka ábyrgð á því. Punktur. Já. Ég mun að þetta bæti inn í. Og það alveg hjartanlega sammála, en það svo að fá einhvern til að sjá það. Það kemur þjáningin. Það áskorunin. Já, það áskorunin. Og þetta tengist þess að við höfum talað afsal móralskar ábyrgðar. Það sem að... Við getum bara mælt það. Það óunninn dráma hér. Já, við höfum náttúrulega mjög miklu aðdáandi þess að mæla hluti. En góðu hlustendur, þeim tæknina, þetta búið að vera mjög áhugavert samtal og mikið af góðum punktum og þetta kannski svona veitir ykkur aðeins innsýn inn í það að við erum að hugsa þetta miklu heildarænna kannski heldur en bara það að vera einhverju teknópartí og gera fólki kleift að vinna með gervigreind heldur að við erum að reyna að sjá fyrir okkur hvernig við getum stuðlað að því að þessar breytingar sem við erum að horfa upp á verði í samfélaginu til góðs og bara ég held að þetta samtal sem við eigum og sem að fleiri þurfa að eiga sé bara nauðsynlegur liður í því í þessum stormi að þegar hann lægir að þá getum við horft tilbaka og sagt já, við allavega reyndum það veit ekki hvað gerist en við vonandi getum sagt já, við reyndum að gera okkar besta. Þannig ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og Tolli og Auja bara takk. Heiður að vera með ykkur. Sömuleiðis.